Sveinn Elías Jónsson, fyrirliði Þórs. Svenni, þetta er að bresta á. Nú er þetta að bresta á sko, enda bara sól í heiði og þannig að þetta bara er allt klárt. Hvernig leggst fótboltasumari 2019 í fyrirliða? Ég hef mjög góð tilfinningu fyrir því. Mikil samkeppni í hópnum og ég held að við séum búin að, þó við höfum ekkert fengið marga nýja menn inn, þá held ég við séum búin að styrkja liðið okkur umtalsvert frá síðast tímabili og það hlýtur að vera góð sveiti. Ungu strákarnir sem að þeir eru árinu eldri og reynslunni ríkari? Já, við gömlu erum því miður árinu eldri líka Líka reynslunni ríkari? Já, nei það að ég held að þetta sé bara flott tímapunktur og á morgun munu örugglega svona nýja andlit aðeins fá tækifæri og kannski að það bara tímabært en þá er líka bara vona að menn láti ljósið skína. Þá er náttúrulega óalega mikilvægt að hafa menni svo þig og manna og fleiri sem þú kallar gömlu mennina sem eru ennþá kornungir miðað við suma. Þá er mikilvægt að hafa svona menn inn á vellunni til þess að halda ró og yfirvegun á vellinum. Já, veist, og að bara hafa svona menn í liðinu auðvitað mikilvægt og að bara finna réttu blönduna að þessu. Hvað menn telja nýtist liðinu best í því. Svenni, er búið að leggja línuna fyrir sumari, búið að gefa út eitthvað sæti Óskarsæti sem við lendi í haust? Já, ég er allavega einhvers staðar búinn að tala Óskarsæti og við erum alltaf bara að stefna á efsta sæti í þessari deild. En við vitum alveg að það verður mjög strembi verkefni en ég tel samt að hópurinn sé bara reiðubúinn að takast á við það. Nei, þá ekki bara sanna að það sé ekki bara máltæki eins og Móli bjóð til ári, miklu betra að klifra upp brekkuna heldur en að fríhjólaði niður á móti. Já, það held ég að hann hefur átt hitt naglinn á höfuð og sennilega gert það þetta getur líka. Afturhending, hvernig leik með búast þegar þeir koma eins og á Þórsvelli? Ég er bara hörkuleikur, ég held að þessi deild sé rosalega jöfn. Og þetta eru yfirleitt svona baráttuleikir, sérstaklega fyrstu leikirnir. Þannig ég held að þetta verður örugglega hörku barátta og þó völlurinn líti mjög vel út og svoleiðis þá vantar alltaf svona nokkur grös í þá svona á vorin og þannig að boltinn kannski skoppar aðeins meira en menn reikna með og svoleiðis og þá kannski vantar örlítið upp á gæðinu oft í þessum leikjum en ég held að þetta verði bara hörkuleikur og með það sem við höfum séð þá er afturhelding með þrjusarflottlið. Þetta er náttúrulega geggja ástand núna og ef maður fer að pæla í 4. maí, völlurinn klár, spila fyrsta leik, þetta er ekki hægt. Þetta er bara frábært, þetta er bara algjörlega frábært, þannig vonandi bara verður fjölmennt á völlin. Og þetta gefur kannski góða fyrirheit bara skemmtilegt sumar? Alveg klárlega, við skulum bara vona það. Allir í hópnum klárir? Já, ég held að það séu bara allir tilbúinir í leikin. Og eru bara slegist í klefanum hverju fá að byrja? Já, það verður tilkynnt núna og fundið eftir smástund þannig að það verður kannski bara handalöfum strax eftir nokkra mínútur. Svenni, viltu í guðspannu komið við fyrir slíka vitleysu svona rétt fyrir leik og vera allir klárir í slaginn á morgun? Já, ég get engu lofa en við vonum að mæti allir klárir á morgun. Gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis.